Heiðursgestur, frú Elísa Reid, ráðherrar, bæjarbúar og aðrir hátíðagestir. Hún rís úr sumarsænum í silkimjúkum blænum með fjöll í feldi grænum, mín fagra heima ei. Þannig orti ás í bæ og það á vissulega við í dag þegar við fögnum 100 ára afmæli Vestmannaeyjakaupstaðar og jafnframt því að nú eru liðin 46 ár frá því að gosið lauk á Heimaey. Verið hjartanlega velkomin. Dagskráin hófst með leik Lúðrasveitar Vestmannaeyja sem að fagnar 80 ára afmæli á þessu ári. Stjórnandi var Jarl Sigurgeirsson og þeir fluttu 2 lög eftir Oddgeir Kristjánsson, Heima á slóð og Síldarvísur. Við gleðjumst yfir unnum sigrum og kynnum bæinn okkar, menningu og sögu með stolti, með margvíslegum sýningum og viðburðum. Vonum við að þar geti jafnt ungir sem aldnir, heimamenn sem gestir, fundið eitthvað við sitt hæfi og taki virkan þátt í sem flestum viðburðum hátíðarinnar. Leikhópurinn Lotta var rétt í þessu að ljúka sýningu á Litlu Hafmeyjunni og félagar og danska sirkusnum Flikk Flakk leika listi sínar hér á meðal hátíðagesta. Áður fyrr var blússið einmitt gefið hér á Skansinum, en það merkti að hinir fjölmörgu fiskibátar Eyjamanna gátu lagt af stað í róður á vetrarvertíðum og keftust þeir þá við að keyra vélarnar sem mest þeir máttu svo undir tók í klettunum til að vera fyrstir á bestu fiskislóðina. Í dag gaf fallbyssan blússið og markaði þar með upphaf þessara hátíðardagskrár í tilefni aldarafmælis Vestmannaeyjakaupstaðar. Dagskráin hófst með Lúðrasveitinni og síðan koma nokkur ávörp. Fyrstur þar hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson, síðan hæstvirtur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson, þá heiðugestur okkar frú Elísa Reid, forsetafrú, bæjarstjóri Vestmannaeyja Íris Róbertsdóttir, fulltrúi afmælisnefndar 100 ára kaupstaðarafmæli Vestmannaeyja Arnar Sigmundsson, séra Guðmundur Örn Jónsson, sóknarprestur í Landakirkju, flytur síðan blessunarorð og dagskránni lýkur síðan við tónlistaratriði Sverris Bergmanns og Halldórs Gunnars Pálssonar. Ég vil minna alla á sem eiga miða á tónleikana sem í boði Vestmannaeyja íþróttahúsinu klukkan 6 og 9 í kvöld að nýta miðana sína. Það búið að dreifa 2400 miðum og fengu færri en vildu, svo endilega nýti miðan ykkar eða láti aðra fá þá. Fyrstan á svið býð ég þá velkomin Bjarna Benediktsson, hæstvirtan fjármála- og efnahagsráðherra. Gjörðu svo vel. Frú Elísa Reid, bæjarstjóri, góði gestir. Ég sé að hér eru margir jafnvel komnir langt að og ég ætti kannski að segja líka peyjar og meyjar fyrst ég hér stattur. Gleðilega hátíð. Já, það eru fáir betri en þeir hér í Vestmannaeyjum að halda glæsilegar hátíðir. Og hér slegið upp hátíð af tvenns konar tilefni, 100 ára afmæli Vestmannaeyja bæjar og goslokum fyrir 46 árum. Og ég hugsaði til þess þegar ég var á leiðinni hingað, já, hvað geta Vestmannaeyjar eiginlega haldið margar góðar hátíðir, og svarið sem kom fram í hugan var, já, það virðast engin takmörk því sett hversu oft menn geta lyft sér upp hér og fundið til þess gott tilefni, og það í dag ærið. En aðalatriðið að það gert af miklum krafti og það gert vel og það laðar fólk að, eins og mig á sín tíma unga mann og síðar börnin mín, þannig að maður var nú kannski ekki alveg áhyggjulaus yfir verslunarmanna helgina þegar að þau voru hér og við foreldrarnir annar staðar, en við ræddum það áðan að við sáum kannski mest eftir því þegar við höfum tekið land að hafa ekki tekið þá yngstu með okkur að þessu sinni, en hún 7 ára. Og þannig
koma kynslóðarnar eftir kynslóðum hingað til þess að samfagna þegar að ærið tilefni er til vegna þess hve vel staðið að hlutum hér. Reyndar var það einu sinni á mínu heimili sem að dóttir okkar ætlaði að koma til Vestmannaeyja, ekki vegna sérstakrar hátíðar en hún hafði fundið til þess annað tilefni en hún var þá 11 ára og hafði ekki verið með foreldra sína með í ráðum. Og það endaði þannig að það hringdi í okkur flugmaður og vildi grennslast fyrir það hvort að foreldrarnir væru á bakvið það að hún væri að fara til Vestmannaeyja yfir helgina, 11 ára, og við könnuðumst nú ekki við málið og gengum á hann og sögum býtu hvað stendur til, en hún var þá mjög stórvirkur kanínubóndi í Garðabæ og sagðist þurfa að fara rétt yfir helgina til þess að bjarga kanínunum sem átti að koma fyrir kattana vegna þess að þær voru að gera lundanum erfitt fyrir og komast í hólurnar. Og þegar við sögum að þetta gæti nú ekki gengið þá sagðum hvað, eins og hún bara með hennar eigin orðum, come on, þetta er ein helgi. Ég heyrði það á leiðinni hingað yfir sundið að það hafi verið þarna undir lok fyrri heimsstyrjaldar sem að menn áttuðu sig á því að það væri mikilvægt að Vestmannaeyjabær fengi kaupstaðarréttindi og þetta var nú sett í beint samhengi, lok fyrri heimsstyrjaldar og kaupstaðarréttindi fyrir Vestmannaeyjabær. Ég tók því nú ekki alveg trúanlegu enda hafði ég kynnt mér það betur. Og það var vorið 1918 sem Karl Einarsson, sýslumaður og alþingismaður Vestmannaeyinga úr Sjálfstæðisflokknum eldri, mælti fyrir frumvarpi til laga bæjarstjórn í Vestmannaeyjum. Og þetta var ítarlegt frumvarp í 34 greinum og í greinagerð var útskýrt að þetta væri allt til einföldunar, sem hljómar enn þann dag í dag sem ein bestu rökin fyrir breytingu á stjórnsýslu til einföldunar. Og ég ætla að leyfa mér að vitna beint í þessa greinagerð. Þar stóð: af eyjum þeim sem Vestmannaeyjasýslan nær yfir er aðeins ein heimaey byggð og á henni er að segja öll byggðin á einum stað, norðast á eyjunni, sunnan við höfnina. Það virðist því vera harla óviðfelldið sveitarstjórnar fyrirkomulag þar að hafa þar bæði hreppsnefnd og sýslunefnd, báðar á sama svæðinu og með sama verkefni, sem sé að stjórna málefnum hrepps og sýslu sem eru eitt og hið sama. Þar sem nú íbúatala eyjan er komin á 3000, velmegun sæmileg og næg verkefni fyrir hendi, hafnargerð, vatnsveita, vegagerðir, heilbrigðismál og margt fleira, þá virðist nú komin tími til að öll málefni eyjanna lúti sömu stjórn. Þannig var það orðað á sínum tíma fyrir 100 árum og þetta var mikil sátt á Alþingi, frumvarpið samþykkt í lok maí 1918 og gekk breytingin í gildi í upphaf árs 1919. Nú, Vestmannaeyjar hafa í gegnum tíðina átt mikla eldhuga og afreksfólk á ýmsum sviðum, hvort sem er að ræða listir og menningu, íþróttir eða samfélagsmál. Við sem sitjum við ríkisstjórnarborðið erum því vön að þegar skilaboð berast frá Vestmannaeyjum eru þau ekki undir neinni rós. Hvort sem er að ræða málefni Herjólfs, sjávarútvegs eða þjónustu við íbúana, heilbrigðismál, öldrunarmál, hvað sem vera kann, það eru málafylgjumenn sem búa hér á þessari eyju. Og eyjarnar hafa mikla sérstöðu, landfræðilega, menningarlega og þegar kemur að verðmætasköpun. Þær voru allt frá því árið 1400 sérstök konungseign og mikilvæg sem slík, enda einn stærsta tekjulind krúnunar. Þær voru sérstakt lén og giltu jafnvel þær önnur lög en almennt á Íslandi sem mætti segja mér að hljómaði alls ekki sem svo galin hugmynd í eyrum margra eyjamanna að fá að grípa fullt sjálfstæði. En hvað sem öllum slíkum vangaveltum líður að þá hefur tekist vel til með stjórnmála hér. Hér er blómlegt mannlíf, traustir innviðir og við erum hér saman komin meðal annars til þess að
minnast goslokana hérna rétt við hraunjaðarinn sem að virkar eitthvað svo hrikalegur þegar maður hugsa til þess tíma. Goslokin minn okkur á hversu mikill samtakamáttur Eyjamanna var og bæði meðan gosið stóð og eftir að því lauk. Góðir gestir, ég vil fyrir hönd ríkisstjórnarinnar færa Eyjamönnum öllum árnaðar óskir í tilefni 100 ára afmælisins. Megi framtíðin verða ykkur björt og áfram gifturík. Við þökkum ráðherra fyrir góðar kveðjur og óskir. Næstur stígur hér á stokk Sigurður Ingi Jóhannsson, hæstvirtur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forsetafrú Elísa Reid, bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir, kæru Eyjamenn og gestir allir. Það gaman að fá að vera með ykkur hérna á þessum björta og fagra hamingjudegi. Það kemur fyrir þegar ég að aka austur fyrir fjall yfir Hellisheiðina, því það ekki enn búið að færa ráðuneytið í Hrunamannahreppi. Og það kemur fyrir þegar ég að aka austur að það kemur svona smá gleði tilfinning í brjóstinu þegar ég sé austur yfir Kambana og yfir Suðurlandið. Stundum nær skyggnið ekki langt, en stundum blasir það við Suðurlandið í allri sinni dýrð með sínum blómlegu héröðum og fagurri fjallasýn. Og þarna úti fyrir ströndinni rísa þær, Vestmannaeyjar, eins og mikilfenglegur fjallgarður sem virðist stundum eins og án jarðtengingar, stundum eins og þar fljóti á hafinu, stundum eins og þar hangi í lausu lofti. Þær eru fallegar úr fjarlægð, en eins og við þekkjum öll hér, þá eru þær fallegri í nálægðinni. Það væri hægt að halda langar ræður þennan ævintýrastað, því ég veit að í huga margra Íslendinga eru Vestmannaeyjar ævintýraheimur með allri sinni einstöku náttúru, hvort sem hún birtist í landslaginu eða í Herjólfsdal við brennuna og þjóðhátíð. Það væri hægt að halda ræðum allt sem við vitum sögu eyjanna og íbúa hennar og þennan ótrúlega kraft sem einkennir þá sem fæðast hér, lifa og deyja. En eigum ekki bara láta það bíða betri tíma. Það styttist jú bara í 200 ára afmælið, en það verður samt að nefna að eins og fjármálaráðherra kom hér inn á, þá voru sett lög á Alþingi kaupstaðarréttindi fyrir Vestmannaeyjar og þau staðfesta konungi 22. nóvember 1918 og þau öðluðust gildi 1. janúar. Á þeim tíma bjuggu í Vestmannaeyjum ríflega 2000 manns af rúmlega 90.000 sem bjuggu á landinu öllu. Og fyrsti fundur bæjarstjórnar Vestmannaeyja fór fram 14. febrúar árið 1919. Það hefur ýmislegt gengið á í gegnum aldirnar og lengst af var íbúatalan ekki þessi 2000 eða 4000 eða 5300 sem hún varð flest, heldur virtist eyjarnar þola 500 manns. Og það merkilega að þrátt fyrir Tyrkjaránið á 17. öld og þjóðflutningana í lok 19. aldar sem tóku stóran tolla héðan og reyndar ýmisleg aðrir viðburðir í sögunni, að þá var mjög skömmu síðar aftur orðnir 500 íbúar í Vestmannaeyjum. Það ekki síðan fyrir með vélvæðingu fiskiskipaflotans í upphafi 20. aldar að þetta snar breytist og breytist svo hratt að strax árið 1990 eru sem sagt 2000 að 90.000 sem búa hér í eyjum. Nú flestir voru hér auðvitað fyrir gos, fyrir 73, 5300 og það auðvitað eitt af því sem að einkennir eyjamenn, en kannski okkur Íslendinga alla á köflum, nú fíkur allt til einhvers, að morgni 23. janúar voru 5.000 manns komnir á fastalandið, þá 2,5% þjóðarinnar. Og það vakti athygli víða heim hversu margir eyjamenn höfðu fengið inni á einkaheimilum á örfáum klukkustundum. 300 voru jú eftir til þess að takast á við náttúruna. Samtaka máttur allra í raunverulegu verki.
Það líka þannig að sagan hér allt kring og þess vegna gæti Vestmannaeyjar verið sögubær og hann sannarlega menningabær og ég veit að þið hafi gert margt í því að gera hann að þeim íþróttabæ sem hann en kannski hann fyrst og fremst atvinnubær, sjávarútvegsbær þar sem allt hefur snúist atvinnu og þess vegna hafa eyjarnar fóstrað svo marga sem hér hafa geta búið af því að hér hefur lifibrauðið verið af því. 100 ár góður aldur og þessi 100 ár sem Vestmannaeyjar hafa verið kaupstaður ótrúlegur framfaratími bæði hér en líka í sögu okkar Íslandinga allra. Hvað næstu 100 ár munu hafa geyma okkur auðvitað hulin ráðgáta en við vitum þó að hér verður sungið og það verður gaman og það verður hlegið og það verður grátið. Ég óska ykkur Vestmanneyingum innilega til hamingju með 100 ára afmælið. Við þökkum ráðherra fyrir hlý orð og góða kveðjur. Næst stígur á stokk heiðugestur okkar, frú Elísa Reid. Takk fyrir. Ráðherrar. Já, svona. Takk. Bæjarstjóri og bæjarstjórn, aðrir, góði gestir. Elsku Eyjamenn. Gleðilega hátíð. Það gaman að vera með ykkur hér í dag og ég veit að Guðni maðurinn minn skilja líka kveðju til ykkar, hann fastur ekki svo gott veður upp á Akureyri í fótboltamót. Það var fyrir nokkur árum að ég sótti einn strákinn okkar á leikskóla og það var búinn að festa upp á vegg svo kalla gullmola krakkana. Það kom á daginn að í þetta sinn höfðu kennararnir verið að ræða plönn helgarinnar og 3 ára guttinn minn var með allt á hreinu. Við gætum farið til Kuala Lumpur eða kannski til afa og ömmu í Kanada, sagði hann. En hvað langaði hann þó mest af öllu? Ég myndi elska að fara til Vestmannaeyja. Því að í sundlíginni þar rennibraut með trampólín. Þetta var það bil það fyrsta sem ég heyrði frá fyrstu hendi kosti þessara indælu eyju. Við komumst því miður ekki til Vestmannaeyja þessa helgi og reyndar ekki heldur til Kuala Lumpur eða Kanada. En þegar ég kom fyrst með börnin hingað fyrir 7 árum að mig minnir, olli sundlaugin ekki vonbrigðum. En hér auðvitað ótal margt fleira sem getur glatt gesti nær og fjær. Hér má fylgjast með lundum og öðrum fuglum. Hér getum við gengum upp yngsta eldfjall Evrópu og farið í Eldheima, það frábæra safn. Hér má spranga og hér auðvitað hægt að kaupa dýrindis ís eins og börnin geta vitnað eftir marga heimsóknir síðustu ár. Já, ætli þetta sé ekki staðurinn og stundin til að nefna fullum fetum að þegar rætt hugsanlega staði að sækja eru Vestmannaeyjar alltaf efstar á óskalista þeirra. En ég nefni það bara hér, ekki á fastalandinu. Já, fyrir okkur sem ferðumst hingað Eyja fagra fyrirtæks affangastaður. En hér líka gott að búa. Hér gott samfélag, öflugt samfélag. Hér útgerð í miklum blóma, undirstaða atvinnulífsins. Og hér íþróttastarf í öndvegi eins og Guðni og einn strákurinn okkar geti vitnað eftir vel heppnað fótboltamóti í síðustu viku. Ekki má gleyma merkri sögu íbúana hér, einstakri náttúrufegur og einmuna veðurblíða alla daga.
Það stendur nú hér, en nú ég kannski komin út á hálan ís, en ég þarf ekki að segja þetta í dag. Hitt þó engar ríkjur að eitt af því sem mér þykir hvað vænst í mínu hlutverki sem forsetafrú að geta farið víða og hitt fjölmargra, geta kynst fólkið land allt, ungu fólki sem á sér drauma og fögur áform, eldra fólki sem vill miðla af langri reynslu, geta kynst fólki sem vill gera vel, sjálfu sér til heilla og samfélaginu öllu leið. Þetta getið þið Eyjamenn gert svo vel. Þið hafið auðvitað ykkur galla, hver hefur þá ekki? En ég ætla að viðurkenna, ég skrifa alltaf ræða á ensku og Guðni þýða og ég var ekki með þann setning í ensku útgefandi. Hann búinn að bæta það við. En þegar á reyni standið þið saman og það svo mikilsvert. Kæru vinir, við Guðni vorum hérna fyrir nokkur vikum og fylgt með forsetahjónum Þýskalands. Í móttöku þeim til heiðurs sagði Íris bæjarstjóri að Vestmannaeyjar væru helst þekktar fyrir þrennt: sjávarútveg, náttúrufegurð og íþróttir. Ég tek þar undir hvert orð, en leyfi mér að bæta við 3 þáttum sem koma í minn huga þegar Vestmannaeyjar eru annars vegar. Traust fólk, tækifæri fyrir alla að sýna hvað í þeim býr og auðvitað trampólín. Elsku Eyjamenn, hjartanlega til hamingju með aldarafmæli kaupstaðarins og góðsloka hátíðinni. Megið ykkur farnast vel alla tíð. Takk fyrir. Takk fyrir, frú Elísa. Ég viss að Vestmanningar biðja líka fyrir kæra kveðju til forseta okkar. Næst stígur á stokk frú bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir. Gjörðu svo vel. Frú Elísa Reid, forsetafrú, ráðherrar og aðrir góði gestir. Á þessu ári eru liðin 100 ár frá því að haldið var fundur í húsinu Borg sem stóð neðst við heimagötu hér í bænum og fór undir hraun í gosinu. Sá fundur var fyrsti fundur bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Til að fá að bjóða fram í kosningum árið 1919 þurfti framkominn listi einungis 5 meðmælendur. Á móti þess að við þurfum 40 til 80 í dag. Það voru það bil 560 einstaklingar sem greiddu atkvæði í þessum fyrstu bæjarstjórnarkosningum af ríflega 2000 íbúum. Helmingi færri en búa í Vestmannum í dag. Listabókstafarnir voru einnig með allt öðrum hætti en nú tíðkast. Þar sem kjörstjórn merkti listana einfaldlega með bókstöðum í stafrófsröð í þeirri tímaröð sem framboðinu var skilað inn. Þannig var til dæmis B-listinn borinn fram í fyrsta sinn af flokki árið 1930 og þá af Sjálfstæðisflokki. 4 áður síðar af Alþýðuflokknum og loks 1938 af Framsóknarflokknum. En þá lauk þessari hringekju og flokkarnir fengu fasta listabókstafi. Árið 1930 var merkilegt fyrir margar sakir í sögu bæjarstjórnarkosninga. Í fyrsta lagi voru lög kosningarétt rýmkuð verulega það ár og kosningaaldur bæði fyrir karla og konur færður niður í 21 ár ásamt fleiri breytingum. Meðal annars var sú breyting að það að þiggja sveitastyrk var það ekki lengur við missi kosningaréttar nema menn væri í skuld við bæjarsjóð vegna leti eða ómennsku, eins og það var orðað í samþykktinni. Í framhaldi varð einum ónefndum bæjarfulltrúa orði að Vestmannaeyjar væru kyndugur staður, því hér mættu letingjar aðeins kjósa ef þeir væru ríkir. Í fyrstu bæjarstjórn Vestmannaeyja átti engin kona sæti og kemur sú staðreynd líklega fáum og óvart miðað við jafnréttið eða heldur misréttið í þá daga. Fyrsta konan sem satt bæjarstjórnarfundi í Vestmannaeyjum var Ólafía Óladóttir, verkakona í Stíghúsum og það var árið 1934.
Hið ótrúlega að fyrsta kjörna konan í bæjarstjórn Vestmannaeyja var Sigurbjörg Axelsdóttir, Dadda Skó, eins og hún var kölluð, og var hún á lista Sjálfstæðisflokksins. Og þetta var ekki fyrr en árið 1974, eða heilum 55 árum eftir að bæjarstjórn Vestmannaeyja kom fyrst saman. Nú í dag meiri hluti bæjarfulltrúa konur. Af samtals 16 bæjarstjórum Vestmannaeyja á þessum 100 árum komu svo auðvitað fyrst 15 kallar í röð, en svo breytist það líka í fyrra. En allir þessir bæjarstjórar lögðu sitt af mörkum við uppbyggingu bæjarins á þessum 100 árum. Verkefni þessara bæjarstjóra voru mörg og mismunandi eins og gefur að skilja. Sumir fengu stærri og erfiðari verkefni en aðrir og ætli þau gerist miklu stærri en að fá heilt eldgosi við bæinn. Það fékk Magnús H. Magnússon að reyna þegar hann var bæjarstjóri 1966 til 1975. Ég minnist á hann hér því hann líklega aðal ástæðan fyrir því að ég hér. Viðtal sem var við Magnús í útvarpinu á sínum tíma, þar sem hann hvatti fólk til að snúa heim og byggja aftur upp eyjun okkar eftir gos, samfærið mömmu að gera einmitt það. Koma heim og byggja upp. Pabbi var tilbúin að flytja til Noregs með fjölskylduna, en mamma réði ferðina þessu sinni og hlýddi kalli Magnúsar bæjarstjóra. Það skiptir auðvitað sköpum í sögu Vestmannaeyja að svo margir svöruðu kallinu, komu aftur heim og glæddu eyjuna okkar lífi á ný. Ég nefni þetta hér því að ég sannfærð að nákvæmlega sömu eiginleikar og tryggðu endur uppbyggingu Vestmannaeyja eftir gosið 1973 munu tryggja áframhaldandi vöxt og viðgang bæjarins. Samkennd, samtakamáttur, bjartsýni, jákvæði, dugnaður og baráttu vilji munu hér eftir sem hinga til vera lykillinn að velgengni Vestmannaeyja og þeirra sem hér kjósa að búa. Hugsið ykkur bara þessa ótrúlegu ákvörðun sem var tekin af nokkrum mönnum í svartnættinu 1973. Að freista þess að stýra óstöðvandi hraunstraum frá innsiglingunni til austurs með því að kæla hraunkantinn. Þessi ákvörðun og framkvæmd hennar endurspeglar alla eiginleikana sem ég taldi hér upp áðan. Og þessi eina ákvörðun líklega ástæðan fyrir því að við stöndum hér í dag. Og þessir eiginleikar ekki bara lykillinn af fortíðinni og nútíðinni hér í Eyjum, heldur líka framtíðinni. En í dag fögnum við 100 ára afmæli Vestmannaeyjakaupstaðar. Fyrir hönd bæjarstjórnar Vestmannaeyja þakka ég öllum þeim sem á undan okkur komu, lífseðliðinum, fyrir þeirra framlag í að gera bæinn okkar að því sem hann Ég vil gera bæinn að því sem hann Við horfum björtum augum fram á veginn fyrir okkar einstaka bæjarfélag til næstu 100 áranna minnstakosti. Ég segi þessa afmælis- og goslokahátíð setta. Við þökkum Írisi bæjarstjóra fyrir hennar orð. Þá komið að Arnari Sigmundssyni, fulltrúa afmælisnefndar 100 ára kaupstaðarafmæli Vestmannaeyja. Gjörðu svo vel, Arnar. Frú Elísa Reid, forsetafrú, ráðherrar, bæjarbúar og aðrir hátíðargestir. Þegar afmælisnefnd sem bæjarstjórn skipaði tilefna 100 ára afmæli kaupstaðarréttinda Vestmannaeyja tók til starfa í september síðastliðinn biðu hennar nokkur krefjandi verkefni. Fjölbreytt dagskrá hefur einkennt afmælisárið. Fyrst skal telja 22. nóvember síðastliðinn að þegar 100 ár voru liðin frá því að Kristján konungur undirritaði lögin kaupstaðarréttindin sem tóku gildi 1. janúar 1919. Fyrsti fundur bæjarstjórnar var haldinn 14. febrúar 1919 sem hér hefur komið fram. Þessa atburðar var síðan minnst á hátíðarfundi bæjarstjórnar rétt 100 árum síðar þar sem samþykkt var að ráðast í endurbætur á ráðhúsinu við Stakkagerðistún og að það hýsi að þeim loknum fjölþættu hlutverki tengdu menningu og sérsöfnum Vestmannaeyjabæjar. Haldinn var bæjarstjórnarfundur unga fólksins sem framfór opið málþing framtíð Vestmannaeyja, ógnanir og tækifæri. Þá var gefin út sérstakt Vestmannaeyja frímerki í tilefni afmælisins.
Ákveðið var að gefa út 100 ára afmælisrit Vestmannaeyjabæjar sem inniheldur greinar, viðtöl, mynda, annál og ýmsar upplýsingar úr sögu bæjarfélagsins. Ritun var dreift í öll hús innan bæjar og víðar síðustu helgi. Hér hefur eingöngu verið stiklað á stóru í atburðum tengdum afmælisárinu. Fljótlega eftir að nefndin tók til starfa var ákveðið að hafa sérstakan hátíðisdag tengdan 46 ára goslokahátíðinni. Föstudagur 5. júlí varð fyrir valinu og samkomin hér í dag og tvennir stór tónleikar í íþróttamiðstöðinni í kvöld í boði Vestmannaeyjabæjar hluti á dagskrá afmælisins. Þegar ákveðið átti hvar hátíðarsamkoman í dag skyldi fara fram var skans svæðið fyrir valinu og fyrir því eru gildar ástæður. Undirlendi myndaðist á Heimaey fyrir 5.000 til 6.000 árum af völdum eldgosa í Helgafelli, Sæfjalli og Stórhöfða. Heimaklettur, Ystiklettur, Klifið, Háun og Dalfjöll eru öll mun eldri. Hraunrennslið sem myndaði undirlendið á Heimaey náði sem betur fyrir ekki að norðurklettunum og þannig var til vogur vísir að hafnaraðstöðu sem átti eftir að skipta öllu fyrir þróun byggðar í eyjum. Þegar við erum stödd hér á skansvæðinu kallar sagan á okkur. Hér hafa gerst atburðir sem hafa skipt sköpum fyrir byggð og mannlíf í eyjum. Vestmannaeyjar eru taldar í hópi elstu verstöða við Norður-Atlantshaf. Þegar horft hér yfir skansvæðið víða hægt að staldra við. Gissur Hvíti og Hjalti Skeggjason komu hingað með kirkjuviðinn árið 1000 og stafkirkjan þjóðargjöf Normanna sem hér fyrir aftan okkur árið 2000 minnir okkur á hinn kristnu gildi og menningararfinn. Aldirnar liðu og Vestmannaeyjar urðu eign Danakonungs. Danir komu hér upp vísi að varnarvirki við höfnina, Skansinum árið 1586. En 16. til 19. júlí 1627 dundu ósköpin yfir. Svokallað Tyrkjarán sem var blóðug innrás sjóræningja. Íbúar í eyjum voru þó tæplega 500. Af þeim voru liðlega 240 rænt og komið fyrir borð í ræningjaskipin sem lágu hér við Skansinn og 30 voru brenndir inn í dönsku húsunum á Skansinum. Þetta var gríðarleg blóðtaka fyrir samfélagið þegar ríflega helmingur á íbúana hverfur á vettvangi og seldur í ánauð til algjörsborgar og eingöngum 30 áttu afturkvæmt til Íslands 10 árum síðar. Árið 1630 var virkið á Skansinum endurbætt á nokkru í þá veru sem það í dag. Árið 1703 voru íbúar í eyjum rúmlega 300, en lífið hélt áfram. Sjúkdómar og fátækt einkenndu þessar aldir. Eyjamenn sóttu sjóinn á árabátum en sjóslys voru tíð. Árið 1848 vannst sigur á ginklófanum, stífkrampanum, sjúkdómi sem lagðist á nýfædd börn og olli miklum ungbarnadauða. Danskir læknar sem hingað komu unnu þrekvirki við erfiðar aðstæður og fundu orsök sjúkdómsins. Komið var upp fæðingarstofu í danska garði við Skansinn. Sama leyti var húsið Landlist reist við Strandveg, íbúðarhús ljósmóðurinnar og fyrsta fæðingarstofnun á Íslandi við hliðina. Landlist var tekið niður seint á síðustu öld en endurbyggð og komið fyrir á Skansvæðinu hér árið 2000. Skömmu eftir 1850 og fram eftir 19. öldinni gerist fjölmargir eyjamenn mormóna trúar og fluttu til Utah í Bandaríkjunum. Þessi flutningar höfðu mikil áhrif á þróun íbúðarfjöldsins en fólk flutti einnig til eyja. Herfylking Vestmannaeyja hafði hér einnig aðsetur á Skansinum. Allt gerðist þetta hér á þessu svæði því hér voru samskiptin, skipin fest við ból og þá voru engar bryggjur til staðar. Höfnin var opin fyrir austanáttum og mjög erfitt að komast hjá skemmdum á fiskibátum eyjamanna. Vélbátaöldin gekk í garð 1906, olli hér atvinnubyltingu og mikla grósku í atvinnulífinu og íbúum fjölgaði úr 700 í 2000 á nokkrum árum. Ráðist var í framkvæmdir við hafnagarðana 1914 og lauk byggingu þeirra 10 árum síðar. Þetta var aðkallandi verkefni fyrir bæjarfélag í örum vexti.
Sjóveita var tekin í notkun hér árið 1931, sjó dælt utan hafnargarðs, nánast hér sem við stöndum hér, í dælustöð hér fyrir ofan og síðan flutt dælt í fiskhúsin við Strandveg og í Sundlaug Vestmannaeyja. Við sjáum hér fyrir ofan okkur sjóveitutankinn sem hraunið braut niður að mestu í lok mars 1973 á sama sólarhring og Sundlaugin og byggðin í nágrenninu var hrauninu að bráð. Í eldgosinu voru fyrsti hluti dælibúnaðar til að hefta framrás hraunsins staðsettur hér á hafnargarðinum og í lok gossins var hafnargarðurinn í hlutverki varnargarðs. Mikil framfaramál fyrir samfélagið farið gegnum svæðið. Rafmagns- og vatnsleiðslur frá meginlandinu til Eyja voru teknar hér á land fyrir rúmlega 50 árum. Þá hefur Blátindur Vaffe, sem hér fyrir framan okkur, nýlega fengið hér bólfestu. Fiskibátur sem var smíðaður hér í Eyjum með miðja síðustu öld og dæmigerður fulltrúi fiskiskipa frá þessum blómatíma vélbáta útgerðar. Segja má að skansfæðið sé heill heimur í Fingurbjörg. Hér erum við og horfum tilbaka og leið til framtíðar. Sjávarútvegur og verður burðarstoðin í atvinnulífi Eyjamanna ásamt margvíslegri þjónustu. Bættar samgöngur og sjó við Vestmannaeyjar verður lykilatriði til framtíðar. Afmælisnefnd þakkar þeim fjölmörgu einstaklingum og fyrirtækjum innanbæjar og utan sem hafa aðstoðað við undirbúning og framkvæmd dagskrár og afmælisársins með einum og öðrum hætti. Jafnframt þökkum við mjög góð samskipti við bæjaryfirvöld og goðslokanefnd sem gera það mögulegt að halda upp á þennan merkisatburð í sögu Vestmannaeyjabæjar með þeim hætti sem hann á sannarlega skilið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Arnar. Þá komið að séra Guðmundi Erni Jónssoni, presti í Landakirkju. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Já, ágæta samkoma. Ég ætla að byrja á því að fá að lesa fyrir ykkur úr orðskviðunum. Synjað ekki góðs þeim sem þarfnast ef það er á þínu valdi að veita það. Segðu ekki við náunga þinn, farðu og komdu aftur, á morgun skal ég gefa þér ef þú átt það til. Bruggað ekki vélræði gegn náunga þínum meðan hann dvelst öruggur hjá þér. Deildu ekki við neinn að ástæðulausu, hafi hann ekki gert neitt á hlut þinn. Öfundaðu ekki ofbeldismanninn og sagstu ekki eftir neinum verkum hans. Já, Vestmannaeyjarbær sem fagnar 100 ára kaupstaðarafmæli minnir okkur auðvitað á reynslu kynslóðana. Það er okkur öllum nauðsyn að læra af þeim sem eldri eru. Ungur nemur gamall temur, segir máltækið, og það eru svo sannarlega orðað sönnu. En máltækið getur bæði virkað hvetjandi og hamlandi, allt eftir því hvernig á er horft. Boðskapur Jesú Krists minnir okkur á þau sannindi að uppskeran í lífinu helst í hendur við það sem sáð er. En það þarf að rækja lífið, hlú að því og sína þolinmæði og það þarf að velja og hafna. Það er okkar sem nú lifum að lifa lífinu og gera eins gott úr því og við getum og þess vegna eigum við að gefa nýjum tímum, nýjum kynslóðum tækifæri til þess að sýna sig og sanna á lífsgöngunni. Því heimur fer ekki endilega versnandi nema við leyfum honum að gera það. Við skulum byggja á reynslu kynslóðana. Það er okkur algjör nauðsyn, en leið og við gerum það, þá skulum við líka fleygja frá okkur gömlum fordómum og afturhaldi. Slíkt á ekki að eiga erindin í framtíð sem við viljum að byggist á kærleika og elsku til náunga okkar. Í þessu bæjarfélagi vinna þetta fjölmargir að sama marki. Fólk leggur mikið á sig til að létta undir með byrðum náungans og það skilar sem betur fer oft árangri. Fólk fær dýrmæta næringu og ekki aðeins fyrir hinn líkamlega vöxt, heldur líka til þess að halda áfram að vaxa og dafna sem manneskjur, mennta sig, umgangast aðra og skila sjálft af sér framlagi sínu til samfélagsins. Umhyggjan fyrir náunganum er sá drifkraftur sem lætur kraftaverk hundagsins verða veruleika. Það er þessi tilfinning að annað fólk kom okkur við, að við getum lagt okkar að mörkum til þess að breyta lífi annara og þar með heiminum sem við tilheyrum.
Það held ég bara ágætis markmiðin í næstu 100 árin að við bætum samfélagið sem við búum í með því að vera besta útgáfan af sjálfum okkur og metum þarfir náunga okkar á sama hátt og okkar eigin og fylgjum þannig í fótspor frelsarans Jesú Krists. Já, ég bið Drottin að hjálpa okkur öllum að elska náungan eins og okkur sjálf, láta okkur vera gestrisin og örlát, láta okkur vera samhuga, gleðjast með glöðum, gráta með þeim sem gráta. Já, gefa við hreykjum okkur ekki yfir aðra og gjöldum engum illt fyrir illt, heldur hjálpum hvort öðru að bera byrðar lífsins. Já, láta okkur ástunda hið góða og halda frið við allt fólk, hjálpa okkur að sigra illt með góðu. Að lokum þá bið ég algóðan Guð að blessa samfélagi hér í Eyjum ókomin ár, blessa íbúana hér og alla þá gesti sem hingað koma í Jesú blessaða nafni. Amen. Takk fyrir séra Guðmundur falleg orð og góða fyrirbænir. Þá komið að tónlistaratriði, Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar Pálsson. Gjörðu svo vel. Góðan daginn og gleðilega hátíð. Til hamingju með daginn, kæru Eyjamenn. Við tvíburarnir, ég og Sverrir, höfum verið mjög heppnir að fá að koma oft og spila fyrir okkur. Okkur þykir mjög vænt ykkur. Er það ekki rétt hjá mér? Það er bara hárrétt hjá þér, Halldór minn. Það heyrist herraði þér en mér. Já, það er ástæðu. Ég á að syngja. Ok. Við vorum að spyrja þér að því áðan hvort það væri ekki örugglega búið að bóka okkur í 200 ára afmælið og við erum nú ekki vanir að vilja bóka okkur langt fram í tímann, en ég er til í það. Já. Ég er til að gera allt sem mínu valdi stendur til þess að mæta hér í 200 ára partíð. Ég er búinn að stilla. Ætli það heyrist eitthvað í mér? Já. Við ætlum að fá að flytja fyrir ykkur 2 lög og það fyrra einhvern veginn svona. Mín bernsku slóð og breytt ég út úr bílnum fer og mér á móti koma pabbi minn og mamma, en í dyrum stendur draumbjört kona, drottning minna glæstu vona, kem ég heim í kæra dalinn minn. Já, þau taka öll mér aftur opnum örmum og með tár á hvörmum kem ég heim í kæra dalinn minn. Gamli bærinn þarna ennþá, orðin fúinn burstinn skökk og þarna smala kofinn sem ég byggði forðum. Svo við leiðumst niður græna grundu, glöð og sæl á dýri stundu, kem ég heim í kæra dalinn minn. Þau taka öll mér aftur opnum örmum og með tár á hvörmum kem ég heim í kæra dalinn minn. Já, þau taka öll mér aftur opnum örmum og með tár á hvörmum kem ég heim í kæra dalinn minn. Takk okkur fyrir.
Við ætlum að fá að taka fyrir ykkur eitlaði viðbót sem að þessi fallegi maður hér mér á vinstri hönd samdi. En það fyrir þjóðhátíð 2016. Er ekki rétt hjá mér? Jú. Og þetta svona krefst smá klappa og stappa og við hvetjum ykkur eindreið. Já, krakkarnir eru svo mikið hérna á bakvið þannig að við treystum svolítið hérna fremsta bekkin í hérna að syngja með og taka þátt og svo fylgið þið með. Já, krakkarnir líka þurfa smá útrás þegar búið dæliðu sykri hérna. Já. Þannig að það þarf að... En við þökkum allan að kella fyrir og það heiður að fá að vera hérna á 100 ára afmæli Vestmannaeyjabæjar og sjáumst í íþróttamiðstöðinni og höldum þessu áfram. Takk fyrir okkur. Eitthvað sérstakt á sér stað, eldar lýsa ský. Ég var saman göngum þennan stíg, aftur en á ný. Ég man, og svo kemur það. Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég fagna því að vera til. Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég finn í hjarta ástofin. Og ef þið kunnið, ástofin við göngum, og hjörtum slá í dag. Á ný, ástin býr í þér og ástin á sér stað. Lengi lifna minningar, logar enn í hól. Ég finn sögu vil ég segja þér, sagan gerðist hér eitt sinn og svo. Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég fagna því að vera til. Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég finn í hjarta ástofin. Ástofin við göngum, hjörtum slá í dag. Á ný, ástin býr í þér og ástin á sér stað. Hjörtun slá í dag. Á ný, ástin býr í mér og ástin á sér stað. Á vel gert, ástókin við göngum, hjörtun slá í dag. Á ný, ástin býr í mér og ástin á sér stað. Á ný og eins og enn, ástókin við göngum, hjörtum slá í dag. Á ný, ástin býr í mér og ástin á sér stað. Á ný, ástin á sér stað. Takk fyrir okkur og í þið dásamlegan dag. Við þökkum fyrir þennan dásamlega endi á þessari hátíðardagskrá sem að... Þessari formlegu dagskrá er nú lokið hér. Ég vil minna á tónleikana í Íþróttahúsinu klukkan 6 og 9. Já, ég ætla að láta einmitt. Já. Ég vil minna á, það er að byrja gjörningur núna upp við Veituhúsið.
náttúruhamfarir, þannig að ég vona að sé bara gjörningur sem að gengur yfir. Og öðru leyti vil ég minna á aðra viðburði hérna í bænum og þakka ykkur kærlega fyrir komuna og njóti dvalarinnar.